Fundur settur í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Ég vil bjóða velkomna gesti fundarins Guðmund Björgvin Helgason, ríkisendurskoðanda og Jarþrúði Hönnu Jóhannsdóttur, sviðsstjóra hjá Ríkisendurskoðun. Efni þessa fundar skýrsla Ríkisendurskoðunar sölu og hlut ríkisins í Íslandsbanka og gert ráð fyrir því að fundurinn standi til klukkan 11. Formaður biður nefndamenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndarfundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd þingsins og fyrirkomulag fundarins verða með þeim hætti að fyrst mun ríkisendurskoðandi vera með stutta framsögu málefni fundarins, að því loknu gefst nefndarmönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndarmaður fær orðið og ég brýni nefndarmenn að halda fókus, vera með stuttar spurningar svo við höldum hér öll innan sæmilegs tímaramma og þingmenn fái það bil jafnan tíma til að spyrja. Og nefndarmenn eru beðnir að hafa í hugað og opnum fundi skulu þeir einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðina fundarefni sín í milli. Og ræðutími takmarkaður eins og áður hefur komið fram. Nú hafa hér umsagnaraðilar skýrslunar sem hér til umfjöllunar mætt á opna fundi. Kynningin á skýrslunni var á lokuðum fundi eins og þingmenn muna og við erum hér mætt á opinn fund og ég myndi vilja þá gefa ríkisendurskoðanda færi á því að segja nokkur orði í upphafi fundar. Gjörðu svo vel. Þakka fyrir og takk fyrir að bóða okkur á þennan fund hérna í dag. Mér langar kannski bara að beina orðum mínum að svona þessari atburðarás sem hefur sér stað frá umsagnarferli, frá því að skýrslan fór í umsagnarferli og frá því skýrslan var gefin út. Ég vil ítreka að eins og við birtum á vef okkar daginn að þrátt fyrir allar þær athugasemdir sem að fram hafa komið af hálfu bankasýslu með tilheyrandi umfjöllun í fjölmiðlum að þá stendur skýrsla Ríkisendurskoðunar óhögguð. Við höfum ekki séð ástæðu til þess að taka til endurskoðunar neitt af þeim efnisatriðum sem þar fjallað. Mér langar kannski þá næst bara að tala aðeins afmörkun skýrslunar og hvers vegna hún eins og hún Það hefur náttúrulega ekki farið fram hjá neinum að þetta mál allt eru gríðarlega skiptar skoðanir. Það var strax í kjölfar sölunar mikill ágreiningur sem að kom upp og það var okkar afstaða að við skildum skila Alþingi skýrslu sem að væri drifin af atburðum, staðreyndum og gögnum sem að unnt væri að sannreyna. Það einu sinni þannig í svona umræðu að það verða til stýringar en það verða líka til eftirástýringar, það eru ljós og það eru villuljós. Þannig að við höldum okkur við staðreyndir málsins. Það sjá það allir sem að lesið hafa okkar skýrslu að hún drifin áfram af tímalínu og sannreynanlegum gögnum. Það nú fyrst og síðast það sem að stýrir þá afmörkun skýrslunar og gerir það að verkum að við erum eftir atvikum ekki að fara út í hluti sem að fella mættu undir pólitík og við erum þá líka eftir atvikum ekki rétti aðilinn til þess að leiða til lykta álitamála af því tagi. Mér langar næst til þess að beina orðum mínum að því sem að hefur verið kallað Excel-klúrið og hvað það raunverulega snýst. Og ég get ekki annað en vakið athygli á því hér að þegar stjórnarformaður bankasýslunnar ræddi þetta mál
á föstudaginn, þá er það mín skoðun að hann talaði þar gegn betri vitund. Ég hef átt við hann prýðileg samskipti í þessu ferli öllu, en þarna vil ég meina að hann hafi talað gegn betri vitund. Þetta Excel-mál gengur í sjálfu sér ekki út frá það, og það sjá það allir sem að lesa skýrsluna, að við höfum hengt okkur með einhverjum hætti í eitthvað vitlaust skjal, bundið við einhvern ákveðin tímapunkt sem síðan hélt áfram að þróast kvöldið og betri gögn urðu til. Skýrsla okkar er unnin út frá öllum gögnum sem liggja fyrir, tilboðabókin eins og hún leit út 1937, 2036 og 2130 þegar sölunni var lokið. Við höfum þessar upplýsingar allar. Og Ríkisendurskoðun er að fullu meðvituð að tilboðabókin hélt áfram í þróun allt kvöldið. Það sem skiptir máli í þessu sambandi er að við báðum bankasýsluna aldrei tilboðabókina klukkan 1937 eða klukkan neitt annað. Það sem við báðum bankasýsluna og fjármálaeftirliti líka var staða tilboðabókar þegar ákvörðun leiðbeinandi lokaverð var tekin. Og þetta eru við að biðja cirka 20. maí ef ég man rétt. Við fáum frá bankasýslunni upplýsingar og þetta skjal, þetta er ekkert rangt skjal sem er hengt við. Bankasýslan kallar þetta skjal staða tilboðabókar þegar ákvörðun leiðbeinandi lokaverð var tekin, og hún í svörum sínum til okkar á fundum og í gögnum svarar út frá þessu skjali. Við síðan hefjumst handa við það að greina þessar upplýsingar, okkar vinnu þá út frá þessari tilboðabók sem að bankasýslan sendur okkur, og það er ekki fyrir í umsagnarferli skýrslunar að Íslandsbanki, ekki bankasýslan, Íslandsbanki vekur athygli á því að hugsanlega væri réttara að beina sjónum að skjalinu eins og leit út 2036. En ég vek þá bara athygli á því að bankasýslan í sínum samskiptum við okkur búin að vera að tala út frá fyrra skjalinu, og því eðlilegt að það sé greint og eðlilegt að við greinum Alþingi frá því öllu saman hvernig þetta atvikast. Íslandsbanki sendir bankasýslunni þetta skjal, þetta umrædda Excel-skjal með villunum 1937, en gerir það í maí. Það skjal ber með sér að til staðar hafi verið greining á tilboðum per gengi, og að sjálfsögðu héldum við áfram að greina tilboðabókina með þeim hætti þegar við fórum að skoða hana. Bara í rauninni mjög eðlilegt, sama á hvaða tímapunkti þú ert í rauninni að greina tilboðabókina, en við vildum eingöngu fá að vita hvaða upplýsingar var bankasýslan með í kollinum þegar ákvörðun leiðbeinandi lokaverð var tekin. Þegar Íslandsbanki sendir bankasýslunni þetta skjal, þá ber það annað heiti heldur en skjalið sem bankasýslan sendir áfram til okkar og fjármálaeftirlitsins. Skjalið frá Íslandsbanka hét ekki staða tilboðabókar þegar ákvörðun leiðbeinandi lokaverð var tekin. Bankasýslan, einhverja hluta vegna, breytir þessu heiti. Og ég endurtek, bankasýslan rökstyður sínar ákvarðanir í samtölum við okkur út frá skjalinu með villunum. Ég vil svo árétta að þó það sé horft til skjalsins 2036, að þá breytir það í engu greiningu og ályktunum Ríkisendurskoðunar, sem eru þær að bankasýslan hafði ekki fullnægjandi yfirsýn og upplýsingar heildareftirspurn samkvæmt tilboðabókinni. Það
það sem á endanum skýrir þetta og rökstyður af hverju okkar ályktun með þessum hætti, að þegar að Bankasýslan sendir ráðherra rökstutt mat klukkan 21:40 eftir að sölunni er lokið, það búið að loka sem sagt tilboðabókinni, þá segir Bankasýslan ráðherra það hafa borist tilboð frá 150 til 200 aðilum. Nei, það er ekki rétt. Það voru tilboð frá 209 aðilum. Það hafa borist tilboð upp á rúmlega 100 milljarða króna. Nei, það er ekki rétt heldur. Það bárust tilboð upp á 148,4 milljarða króna. Þannig að það er hafið yfir allan vafa að Bankasýslan hafði ekki þessa fullnægjandi yfirsýn, ekki klukkan 19:37, ekki klukkan 20:36, ekki klukkan 21:40. Og hún hafði ekki betri yfirsýn en það ennþá í maí að hún sendir okkur skjal sem að hún nefnir staða tilboðabókar þegar ákvörðun leiðbeinandi lokaverð tekin með öllum þessum villum í, með greiningu á tilboðabókinni með öllum villunum í. Og þeir afsaki samlíkinguna, en þetta er bara eins og að fara með rampatn heim af Róló og halda svo áfram að kynna það fyrir fjölskyldu og vinum sem sitt eigið. Og þetta er bara alvarlegt mál. Ég veit ekki hvað vakir fyrir Bankasýslunni þegar hún gerir þetta, en ég segi bara hér sem trúnaðarmaður Alþingis og sem ríkisendurskoðandi að málflutningur Bankasýslunnar þetta atriði er bara alls ekki við hæfi og eingöngu til þess fallin að skapa upplýsingaóreiðu og afvegaleiða umræðu þings og almennings hvað það var sem að þetta mál snerist um. Ég hvet ykkur bara ef að þetta er ekki kýrskýrt að lesa skýrsluna aftur, af því að þetta er bara fjalla mjög ítarlega. Og ég vil segja það hér enn og aftur, ég tel mig og lít svo á að ég leggi starfsheiðu minna veð í hvert sinn sem að ég skila Alþingi skýrslu. Það er mjög mikilvægt að Ríkisendurskoðun segi satt og rétt frá. Ég hef einsett mér að vera gagnsær í mínum vinnubröðum, stundum sjálfur mér til tjóns. Samanber það að ég geri fastlega ráð fyrir að ég mun eiga mér sess í skaupinu fyrir tíð loforð skýrslustil. En þau stýrast meðal annars, sú atburðarás stýrist meðal annars af þessu. Það tók okkur svo mikinn tíma að vinna út úr þessum villu og finna hvað var bara sem sagt satt og rétt. Það er sem sagt engin misskilningur hjá Ríkisendurskoðun. Skýrslan er ekki unnin út frá ófullnægjandi gögnum og upplýsingum. Þvert á móti er hún unnin út frá öllum þeim gögnum og upplýsingum sem liggja fyrir og hægt er að sannreyna. Þessar fullyrðingar Bankasýslu eiga sér ekki stoð í gögnum málsins og eru að mati Ríkisendurskoðunar, Ríkisendurskoðanda, mínu mati, eftirástýringar og yfirklór. Upplýsingar tímalínu, nú var stjórnarformaður Bankasýslunar einnig að gera tortryggilegt að við varum að hengja okkur í einhvern fundartíma klukkan 20:30 og vísaði til öryggismyndavéla Íslandsbanka. Tímalínan okkar er fengin frá Bankasýslunni sjálfri. Það er Bankasýslan sem í svörum okkar segir að fundunum ljúki klukkan 20:30. Nú veit ég ekkert hvað öryggismyndavélar Íslandsbanka segja og það í sjálfu sér skiptir engu máli gagnvart atburðarás þessa máls. En við erum ekki að búa til þessar upplýsingar. Þetta eru svör Bankasýslunar sjálfrar fundi, tímalengd og atburðarás. Áttu margt eftir? Nei, ég var bara nokkur atriði sko. Þá skulum við fara. Ég vil segja að samráðið við Bankasýslu í umsagnarferlinu var að mínu viti með ólíkindum algjörlega fordæmalaust. Þeir voru boðaðir á fund Bankasýslan sem er ekki alvanalegt þegar skýrslur eru í umsagnarferli, en þar lögðu þeir fyrir Ríkisendurskoðun meðal annars hvernig við ættum að afmarka okkar vinnu og hvernig við hefðum átt að vinna þessa skýrslu. Það kom fram í máli fjármálaráðuneytis
strax í upphafi úttektar að menning bankasýslu einkenndist meira fjármálamarkaði heldur en opinberrar stjórnsýslu. Og ég held að í rauninni næstum því allt sem hefur gerst og hefur átt sér stað í málflutningi bankasýslu frá því að þessi sýsla var gefin út og sem og í umsagnarferli staðrennir þetta. Ég vil bæta við að við höfum þurft að setja undir aðdróttunum bankasýslu og tiltekinna fjölmiðla, bæði ég sem ríkisendurskoðandi og mitt starfsfólk. Við mætum hérna bara tvö, ég og Jarþrúður Hanna, minn staðgengill. Ég kem ekki hérna með annað starfslið ríkisendurskoðunar vegna þess að ég tel ástæðu til þess að tryggja að mitt starfsfólk hafi alltaf starfsfrið. Það sé ekki við hæfi að draga í efa menntun og reynslu starfsfólks ríkisendurskoðunar og gera störf þeirra tortryggileg. Það skýrir hvers vegna við erum bara tvö hérna. Sama gildur ráðgjafa ríkisendurskoðunar í þessu ferli, en það var vegna athugasemda bankasýslu að annar ráðgjafi sá fyrri ríkisendurskoðunar sagði sig frá verkinu. Það var ekki fyrir mína tilstuðlan að hann sagði sig frá verkinu fyrir að hafa lækað einhverja Facebook færslu. Hann hafði staðið sig afskaplega vel í sínum störfum og ég hafði bar fullt traust til hans, en hann kunni einfallega ekki við að sitja undir eftirliti bankasýslu og sagði sig þar alveg frá verkinu. Rétt í lokin þá langar mig aðeins bara til þess að fjalla þetta sem hefur verið gert að umtalsefni list versus vísindi. Því að bankasýslan hefur í máli sínu talað mikið það að það verða að vera til staðar svigrúm til mats. Ég ger engan ágreining við það almennt séð, en það sem að skýrsla ríkisendurskoðunar leitast við að gera að bera saman það sem var kynnt fyrir þinginu og það sem síðan raunverulega gerðist. Og það sem var kynnt fyrir þinginu var tiltekin atburðarás út frá tilteknum markmiðum og gríðarlega mikil áhersla lögð á að þetta studdist allt saman við hlutlæg viðmið. Það kom hins vegar mjög skýrt fram á fundunum á föstudaginn með bankasýslunni að hvaða leyti þessi ákvarðanataka 22. mars huglæg. Og í sjálfu sér liggur það í hlutarins eðli með þessu tilboðsfyrirkomulagi. Það þess háttar aðferð. En hefði þinginu einfaldlega verið skýrt frá því að þetta væri uppgjör svona ferlis væri í meira mæli list heldur en vísindi, þá tel ég að minnsta kosti að þingið hefði fengið tækifæri á því að setja ferlinu listrænar skorður. Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri að sinni, en við erum að sjálfsögðu reiðubúin að svara öllum þeim spurningum sem að nefndarmenn hafa fram að færa. Takk fyrir það. Mér sýnist alla nefndarmenn á mælendaskrá, þannig að nú þarf að halda mjög vel utanum þann ramma sem við höfum, stytta mál sitt, afmarkaða spurningar. Ég fyrst á mælendaskrá. Í upphafi skýrslunnar rætt afmörkun hennar og ég skil þá afmörkun þannig að ríkisendurskoðun fjalli ekki hæfi eða vanhæfi ráðherra við söluna og styðjist ekki við reglur stjórnsýsluréttarins við mat á því. Það sé einfaldlega ekki á borði ríkisendurskoðunar og mig minnir að hér á kynningarfundi hafi einmitt verið rætt sérstaklega hlutverk ríkisendurskoðunar annars vegar og valdmörk á milli ríkisendurskoðunar og umboðsmanns Alþingis hins vegar til þess einmitt að skýra þetta. Og ég vildi bara fá kannski stutt svar við því hvort að þetta væri réttur skilningur minn. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Það rétt að við förum ekki með þessum hætti djúpt ofan í hæfi ráðherra, en eins og ég held að ég hafi skýrt frá á fundinum okkar að við rákumst ekki á neitt í okkar úttektarvinnu sem að benti til þess að það hefði í rauninni kviknað á því álitamáli hvort ástæða væri fyrir ráðherra að íhuga hæfi sitt. Það eru mjög greinileg
lagaskil, ábyrgðaskil í sem sagt, lögum í þessu ferli. Fjármálaráðherra tekur ákvörðun að selja bankann, fjármálaráðherra tekur ákvörðun loka söluverð og magn. Fjármálaráðherra að okkar viti fékk aldrei inn á borð til sín upplýsingar sem að gátu orðið tilefni fyrir hann að draga í efa hæfi sitt til sinnar ákvarðanatöku. Það skýrir hvers vegna við förum ekki dýpra ofan í þá sálma. Ok, takk fyrir það. Þá það næst Hildur Sverrisdóttir og eftir henni Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Gjörðu svo vel, Hildur. Takk formaður, góðan daginn, takk fyrir að mæta hingað til okkar fyrir nefndina. Langar kannski bara aðeins að bregðast við kynningu þinni hér. Mér langaði nefnilega eins að spyrja út í þetta fræga Excel-skjal og ég skal vera heiðarleg með að þegar ég las þessa skýrslu fyrst að þá var kannski það atriði sem sló mig í rauninni kannski einna verst. Þetta var fekk mikið pláss í skýrslunni og leit kauslega út allan að við fyrsta lestur. eins og þú ert kannski búin að rekja ágætlega en þegar maður rýnir alveg frá orði til orðs að þá kemur alveg fram að þetta skjal 1937 sem með fyrirvarum villur leiðrétt 2010 og þú veist og þetta að koma, ég menna tilboðsbókin að hækka 500 milljónir á mínútu og þetta kemur allt inn á fundin sem að taka þess ákvörðun og svo framvegis. Þannig að það er kannski óþarf að velta á ólar við það en kannski mín skoðun að kannski svolítið örlítið villandi hvað aðalatriði og aukaatriði í þessari reifunallri. Og mér langar þá kannski í fyrsta lagi að þá fara að nefna varðandi aðkomi ráðherra þar sem að það lögð áhersla í skýrslunni á að ráðherra hafi ekki haft réttar upplýsingar þegar hann tekur þessa lokaákvörðun. En ef maður skoðar skýrsluna þá stendur annars vegar stendur á blaðsíðu 60 að rökstudd mat Bankasýslunnar til ráðherra innihélt engan rökstuðning fyrir ákvörðun lokaverðs eða hvernig ákvörðun það hafði áhrif á samsetningu kaupendahópsins. En svo vitað að ráðherra biður þær upplýsingar og það kemur vissulega fram í skýrslunni að Bankasýslan sendi tölupóst til fjármála- og efnahagsráðherra klukkan 20:17 tilboð eftir tegund fjárfesta til að upplýsa stöðu tilboðsbókar og svo svara hann því nokkrum mínútum seinna ráðherra og samþykkir fælst á tillögu hennar og veitti stofnuninu umboð til að ljúka sölumörunni í samræmi við hana. Þannig að ég bara eins að velta fyrir mér varðandi bara verkefnið, kannski bara inn í framtíðina. Að fyrir mér þetta kannski óþarflega kannski villandi með viðkvæmt mál og mér langaði kannski bara að koma því áleiðis en þú fóst ágætlega yfir þennan vinkil málsins þannig ég ætla hins vegar að spurja út í þar sem hún nefndi líka með listin ekki vísindi. Auðvitað hefur komið fram að þetta verkefni á mörkum, ég meina þetta annars vegar stjórnsýsluréttur og hins vegar einkaréttur þar sem að bankastarfsemi og þessi starfsemi á þar undir. Þannig að í eðli sínu þar bara alltaf huglægt mat og annars, eins og segja, annars væri þetta vissulega vísindi en svo þetta ekki. Og varðandi það sem að ég, í skýrslu ykkar, þá kemur fram að tilboðsfyrirkomulagið samræmist illa opinberri stjórnsýslu. Og ég heyri það sem þið segir nú að þar kannski var mest verið að horfa til með þetta list með ekki vísindi að þingið hafi fengið þær upplýsingar að þetta væri bara hlutlægt, en ég ætla kannski að leyfa mér að nefna að í greinargerð ráðherra kemur náttúrulega mjög skýrt fram að þessi mismunandi markmið eru þar til grundvallar sem auðvitað stangast á, sem ég held að sé eðlilegt en býr þá alltaf til þetta mat, en gott og vel. Ég bara spá í það sem að þið talið að þetta tilboðsfyrirkomulag hendi illa opinberri stjórnsýslu. Nú það svo á undanförnum árum að þá hafa ríkin Belgía, Bretland, Holland, Írland, Spánn, Svíþjóð og Þýskaland öll stuðst við tilboðsfyrirkomulag við sölu sína á hlutum í banka. Þannig að mér langar kannski það sem þetta svolítið stór póstur í skýrslunni að þarna hafi bara leiðin ekki einhvern veginn passað inn í verkefnið. Hvort að við gerð skýrslunar, hvort að þið hafi mögulega leita til systurstofnana ykkar í þessum ríkjum hvort að það var líka þeirra sjónarmið í þessum ríkjum eftir tilboðsöluna þar, tilboðsfyrirkomulagi þar
að það hafi heldur ekki hendað þeirri opinberu stjórnsýslu eða hvort að svipugagnrýni hafi komið upp í þessum ríkjum. Ég læt þetta duga að sinni. Takk. Takk fyrir kærlega. Til að koma kannski að þessu síðastnefnda, nei, við leituðum ekki til systurstofnana okkar. Við litum í rauninni svo á að þar sem að við værum að horfa á framkvæmd sölunar hér á Íslandi og tek fram að þetta er náttúrulega í fyrsta sinn sem að tilboðsfyrirkomulag er beitt við sölu á opinberri eign á Íslandi. Og þá töldum við okkur í rauninni hafa alveg fullnægjandi grundvöll til þess að leggja mat á þetta sjálf. Þetta er alveg rétt sem að kemur fram hjá þér og við berum kennslu á það í skýrslunni að þessari aðferð er víða beitt og hún hefur, eins og framkom í máli bankasýslunar, hún hefur marga góða kosti, þessi leið. Hún hefur það. Hins vegar held ég eins og hafi komið nú fram í máli forsætisráðherra meðal annars og ég held fjármálaráðherra líka, en að þá hefur þessi leið líka ákveðna ágalla og það er mín skoðun að þeir ágallar magnist upp í litlu samfélagi eins og Ísland er. Þar sem að eins og við höfum rætt áður hér að tengsl eru víða, við eigum í erfiðleikum með hluti eins og armslengd hér á Íslandi. Það eru bara kannski töluverða líkur á því, ég rakst á það sjálfur þegar ég ætlaði mér að ráða ráðgjafa. Hvað það er erfitt að finna aðila sem að tengjast ekki með einhverjum hætti, tengjast sem sagt annarkvort mönnum eða aðilum sem keyptu eða hvernig sem það er. Þetta er bara lítið samfélag og þessir annmarkar magnast upp við þetta. En svo bara er það sem að skiptir kannski höfuðmáli og það er bara það hvernig var tilboðsfyrirkomulaginu sjálfu lýst fyrir þinginu og við teljum fyrir okkar leyti að það hefði þurft mun ítarlegri kynningu til þess að þingið gæti, látum vera almenninga sinni, þó að það sé mikilvægt líka, en til þess að þingið gæti almennilega átta sig á því hvað væri á ferðinni og hvernig þar myndu spilast saman starfshættir fjármálamarkaðar annars vegar og opinberrar stjórnsýslu hins vegar. Þetta er bara svo fálega fjallað ef nokkuð að við sjáum ekki út frá gögnum málsins að þingið hafi haft grundvöll til að leggja fullnægjandi mat á þetta. Ég vil bara kannski að lokum árétta því að það gleymist bara svo oft í þessari umræðu að minnisblað bankasýslunar, greinargerð ráðherra og ákvörðun ráðherra söluferlið lúta að söluferlinu öllu, ekki bara sölunni 22. mars, söluferlinu öllu og söluferli sem á að eiga sér stað sem sagt á árinu 2022 og 2023. Þannig að þegar menn tala sem sagt markmið, að þá komum við að þessu sem við fjöllum í skýrslunni að þetta verður svo óskýrt. Markmiðin sem að unnið er að með sölunni samkvæmt greinargerð, samkvæmt ákvörðun ráðherra, þau lúta að söluferlinu öllu. Þau markmið vinna sum bara í mismunandi áttir. Hvernig sætturu sem sagt þessi markmið? Og hvaða markmið er eðlilegt að leitast við að uppfylla í tilboðsfyrirkomulaginu versus síðan hugsanlega síðar í sölum sem eiga sér stað með öðrum hætti. Þetta er bara... Greinargerð fjármála- og efnahagsráðherra framhald á sölunni núna í febrúar 2022. Salan var náttúrulega í mars 2022, nei, greinargerð ráðherra lítur að söluferlinu öllu. Þessi greinargerð ráðherra sem lög var í þingið núna á vormánuðum fyrir þessa framhaldssölu, fyrir tilboðsfyrirkomulagið, er með sér greinargerð sem var lög fyrir þingið. Þarna er verið að fjalla söluna í heild sinni.
Ég ætla ekki að rífast við hér, en það er þarna, stendur hérna alla framhalds. Þar sannarlega fjallað sem sagt sölu með tilboðsfyrirkomulagi, en þetta í samhengi, að sjálfsögðu, þetta í samhengi, heildrænnar sölu og þau markmið sem eru kynnt eru markmið sem varða söluferlið allt. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og eftir henni Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Hversu Þórhildur? Takk fyrir að koma. Kannski í fyrsta lagi bara aðeins varðandi þetta margrædda Excel-skjal. Eins og ég skildi þetta síðast, að þá var þetta síðara skjal sem að dúkkar svo upp eftir dúk og disk, að í því var einungis búið að leiðrétta þessar kommusetningar og reiknireglur sem að hafa vissulega flogið víða, en ekki 3 aðrar reiknivillur sem að Ríkisendurskoðun útlistar í sinni skýrslu. Getið ekki bara eins staðfest að þessi villa var ekki eina villan og það voru aðrar sem höfðu áhrif á stöðu tilboðabókarinnar, sem voru ekki leiðréttar í seinna skjalinu. Bið Jarþrúður kannski að svara þessu? Já, við getum staðfest að það í stórum gulum kassa blaðsíðu 56 sem við tilgreinum í rauninni 4 atriði sem við teljum að sé ekki rétt með farið í tilboðabókinni, og það að segja þeirri greiningu sem var gerð þar sem var ekki gerð umrætt kvöld. Þar eru 4 atriði nefnd, og það eina sem leiðrétt í rauninni kommusetningin og textaformatið á tölum. Ok, takk. Nú ætla ég að snúa mér aðeins að hæfinu. Er það afstaða Ríkisendurskoðunar að hæfi sé ekki próaktíft dæmi sem á að athuga, þar að segja hvort það eigi ekki að hafa frumkvæði að því að kanna hæfi sitt við ákvarðanatöku og upplýsa hvort að vanhæfisreglur eigi við í hverju tilviki fyrir sig? Já, eins og ég sagði hérna áðan, þá er það skoðun okkar að þessi atburðarás hafi ekki gefið, ég skil það þannig að spurningin lúti að hæfi fjármálaráðherra? Nei, hún er bara almennt hvort að það sé frumkvæðisskylda á aðilum sem að taka stjórnvaldsákvarðanir að kanna hæfi sitt áður en þeir taka þær ákvarðanir, hvort að vanhæfisástæður getur legið fyrir áður en ákvarðanir er tekið. Þetta var nú tekið fyrir hérna á fundinum með Bankasýslunni á föstudaginn. Ég gerir svo sem ekki ágreining við þau sjónarmið sem þar komu fram, að þegar að ekki til staðar kannski þekking á mótaðalunum, þá kviknar ekkit á þessu mómenti að menn dragi hæfi sitt í efa. Þannig að það raun nóg að segjast ekki vita hver á bak við öll einkahlutafélögin og þá vega hæfisreglurnar bara ekki við. Það myndi að minnsta kosti í ferli af þessu tagi sem að gerist undir mjög strangri tímapressu, kalla eftir allt öðruvísi held ég undirbúningi og allt öðruvísi ákvarðanatöku en lagt var upp með í þessu tilfelli. Ég veit ekki hvort að þú vilji bæta einhverju við þetta, Jarþrúður? Nei, ég held sjálfsögur ekki. En gat ráðherra uppfyllt rannsóknarskyldu sína við þessara ákvarðanatöku með við þær takmörkuðu upplýsingar sem að ráðherra fékk stöðu mála eins og greint í skýrslu Ríkisendurskoðunar? Það sem að ég held kannski skipti máli í þessu, í mínum huga, er að það var út frá markaðsdreifingunum deginum fyrir söluna. Höfðu menn og mótuðu menn sér ákveðnar hugmyndir hvar væri hugsanlega mögulega hægt að lenda þessari sölu. Og sannarlega lendir salan, lenda niðurstöður þessara sölu innan þess lendingarsvæði sem að búið var að skilgreina fyrirfram. Og þar á ég við sem sagt bæði verð, selt reyndar meira magn, og svo þetta margumrædda frávik eða afslátt.
það okkar skoðun að þó að ráðherra hafi fengið ónákvæmar upplýsingar, það ónákvæmar í rauninni að hann óskaði eftir ítarlegri upplýsingum og fékk áður en að hann tók sína loka ákvörðun, að þá voru þær upplýsingar í rauninni þess eðlis að hann hafði að okkar mati ekkert tilefni til þess að vefengja að þarna væri að eiga sér stað sala sem væri að uppfylla þau markmið sem að hann hafði sett fyrirfram. Þannig að við teljum að það hafi bara einfaldlega ekki kviknað á því mómenti hjá fjármálaráðherra að hann bæri að líta til rannsóknarskyldu. En það hann sem að tekur ákvörðun leiðbeinandi lokaverð og magn? Nei, það Bankasýslan. Það Bankasýslan sem tekur ákvörðun það? Já. Það stjórn Bankasýslan. Ég leit þetta í bíli, takk formar. Ok, þá það Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir og eftir henni Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Góðan dag, takk fyrir komin hingað á þennan fund. Mér langar til að halda áfram með spurningar varðandi ráðgjafana. Nú liggur fyrir að reynsla þeirra ráðgjafa sem að Bankasýslan fekk í lið við sig, sem sagt JP Morgan, Citibank og STJ Advisors. Þar eins og mesta reynsla í heiminum og spannar 100 útboða á undanförnum árum og mörg 100 milljarða evra. Þessi reynsla þeirra sérfræðinga sem að Ríkisendurskoðun fekk í liðs við sig skiljanlega ekki eins mikil. Þá langar mig að spyrja frekar hvernig Ríkisendurskoðun leitaði leiðsagnar þeirra sem hafa meiri reynslu og svo kannski til að halda áfram með það sem kom áðan varðandi systurstofnanir í Evrópulöndum. Leita Ríkisendurskoðun almennt til systurstofnana sinna við skýrslugerðir ef það eru mál sem eru sambærileg málur sem eru gangi öðrum löndum? Takk. Við eigum í nánu samstarfi við margar systurstofnanir okkar, ekki síst þær sem eru á Norðurlöndum. Ef það eru þannig vinklar á okkar úttektum að það kunna vera eitthvað á því að græða, þá kann það vel að koma til álita að leita álits. Svo var ekki í þessu tilfelli og mér vitanlega hafa ekki verið slík tilefni þann tíma sem að ég hef starfað hjá Ríkisendurskoðun. Þannig að það þá frekar í undantekningar tilvikum. Nú, það kannski ekki saman að jafna þeim ráðgjöfum sem að við fáum til okkar. Það lá fyrir í rauninni alveg frá upphafi, þó að við búum yfir mjög öflugum mannauð hjá Ríkisendurskoðun. Það lá alveg fyrir frá upphafi að við myndum þurfa að ráða okkur utanaðkomandi sérfræðing. Ekki til þess að vera til ráðgjafar eins og hjá Bankasýslunni, skil það mjög vel og við erum bara ekki með nokkru móti að varpa neinum skugga á hæfi eða hæfni ráðgjafa Bankasýslunar. Ekki til þess að gefa okkur ráð hvernig tilboðsfyrirkomulag spilist út, heldur miklu frekar bara hvernig bæri að skilja tilvísanir Bankasýslunar venjur á fjármálamarkaði og þess háttar og svo auðvitað líka aðstoða við að greina fyrirliggjandi tilboðabók. Þannig að það sú reynsla sem að við vorum á höttunum eftir. En sú reynsla á ekki á nokkurn hátt kannski af þeim toga sem að Bankasýslan leitaði eftir atvikum fjármálaráðherra sem hafði sinn eigin fjármálaráðgjafa við þessa sölu. Takk. Komið, þá það Berglind Ósk Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir að koma og mæta þennan opna fund og svara spurningum okkar. Mér langar aðeins að ræða fjárhagslega niðurstöðu sölunar, svona í ljósi bara hluti Ríkisendurskoðunar samkvæmt lögum og þeirri umræðu sem hefur verið efnistök skýrslunni eftir hún kom út. Þá kannski niðurstaðan ekki nægilega skýr eða einhver atriði svolítið opin til túlkunar.
Fjárhagsleg markmið með sölunni eru skýr í greinargerð ráðherra framhaldssölu Íslandsbanka, til dæmis nefnt að halli á rekstri ríkissjóðs hafi reynst minni en vænst var þegar söluferli fyrir af stað, skuldir hækka minna í hlutfalli við landsframleiðslu og salan hafi meðal annars dregið úr lánsfjárþörf ríkissjóðs og auki geti til samfélagslegra fjárfestinga. Megin niðurstaða skýrslunnar, eins og segir orðrétt, þrátt fyrir ýmsa annmarka á söluferlinu dregur Ríkisendurskoðun ekki í efa að fjárhagsleg niðurstaða söluferlis á hlut ríkissjóðs í Íslandsbanka þann 22. mars 2022 hafi verið ríkissjóði almennt hagfelld, þá einnig við þróun og gengi bréfanna og eftirmarkaði í kjölfar sölunar, tilvitnun lýkur. Það fer annars almennt bara mjög lítið fyrir fjárhagslegum markmiðum og niðurstöðu sölunar gagnvart ríkissjóði í skýrslunni og það væri mjög gott að fá bara ykkar afstöðu til þess af hverju svo ekki. Sjálfsagt mál. Kannski bara að byrja á því að það ekki rétt hjá þér að þetta sé megin niðurstaða Ríkisendurskoðunar. Það þarf að lesa þessa skýrslu með svolítið góðum skammti af sköpunargáfu til þess að lesa það út að þetta sé megin niðurstaða skýrslunar. Skýrsla Ríkisendurskoðunar framkvæmdina. Skýrsla Ríkisendurskoðunar ferðalagið, ekki áfangastaðinn. Þetta ekki megin niðurstaða, þetta fyrirvari við gagnrýnina sem að kemur fram ferðalagið, framkvæmdina. Þetta ekki megin niðurstaða. Við einfaldlega ekki að fjalla áfangastaðinn í þessari skýrslu. Tökum reyndar fram með áfangastaðurinn sem sagt bara svona niðurstaðan söluverðið og magnið. Við erum í rauninni ekki að fjalla þetta, við erum að tala framkvæmdina. Og eins og segir þarna í þessum fyrirvara að þá drögum við ekki í efa. Þetta eru þá fullyrðingar sem aðrir að halda fram, ekki við sjálf fyrirgefið. Við drögum ekki í efa að þessi niðurstaða hafi verið ríkissjóði almennt hagfelld. Og sannarlega hún það og ég get alveg staðfest að ég sammála því sem að spurning þín í rauninni gengur út upp á áhrifin fyrir ríkissjóð. En þó að niðurstaðan hafi verið almennt hagfelld þá ekki endilega þar með sagt að ferðalagið hafi verið jafn farsælt. Það skýrslan okkar. Var þetta komið? Þá það Ingibjörg Ísaksen. Gjörðu svo vel. Takk fyrir formaður og bestu takki fyrir að koma hérna og svara spurningum okkar skilmerkilega og afdráttarlaust. Mér langar einmitt aðeins að koma að varðandi framkvæmdin og ferðalagið eins og þú sagðir hérna áðan, það hefur verið að skoða það, kannski ekki endilega áfangastaðinn. Nú veit ég að í skýrslu Ríkisendurskoðunar Bretlands sem að fór í það að skoða sölu breska ríkisins á hlut í Lloyd með tilboðsfyrirkomulagi, þá spurði stofnunin 3 spurninga til þess að unnt væri að svara grundvallar rannsóknarspurningunni hvort salan hefði skilað ábóta, sem kannski ekki alveg nálgun sem þið voru að fara í. En mér langar samt aðeins að fara þessar spurningar. Það var verið að spyrja hvort að mest viðeigandi söluaðferðin eða hentugasta söluaðferðin hafi verið valin, hvort að tímasetning og umgjörð sölunar hafi verið rétt og eins líka hvort að verðið væri sanngjarnt. Mér langar svona bara kannski að fá að heyra ykkar viðhorf og af hverju þið kusuð að fara þessa leið sem þið fóruð og hverju þið teljið séu kostinni við það. Já, eins og ég var að segja hérna áðan, skýrsla okkar framkvæmd söluferlisins. Þó að við mörkum okkar úttektir sjálf, tökum sjálf ákvarðanir hvað við skoðum og hvernig við skoðum það, að það kom nú fram í beiðni fjármálaráðuneytisins að við skildum beina sjónir okkar að framkvæmd sölunnar og þó að við höfum nú markað, eins og ég segi, þetta afmarkað þetta sjálf að þá erum við fyrst og síðast að horfa á afmörkun sölunnar.
Varðandi þessar spurningar sem að breska ríkisendurskoðunin skoðar í tengslum við Lloyds, þá tel ég það bara vera í rauninni akademíska spurningu, algjörlega. Hvaða söluaðferð hefði eftir atvikum hugsanlega eftir vill mögulega verið heppilegust. Og sömuleiðis kannski varðandi tímasetninguna. Þetta eru einfaldlega ákvarðanir bara sem að ráðherra tekur og ég sé ekki að það hefði verið gagnlegt fyrir ríkisendurskoðun að reyna með einhverjum hætti að véfengja það og fara út í einhverja svona hvað ef sko greiningar. Við bara gerum það hérna alls ekki. Við komum svo sem inn á það hérna með okkar hætti hvort að verðið hafi verið sanngjarnt. Það kemur fram í skýrslunni að við teljum hugsanlegt, án þess að við séum nokkuð að fullyrða það, að betri greining á tilboðabókinni hefði geta leitt til sko enn hagfelldari niðurstöðu. Það er ekki rétt sem hefur komið fram í almannaumræðu að við séum með einhverjum hætti að reyna að segja að hérna það hefði átt að selja bankann á dagslokagengi 122, við segjum það ekki, eða 120,5, við segjum það ekki heldur. Þegar við nefnum þessar tölur þá erum við í rauninni bara svona kannski stærðfræðilega að horfa út frá hvað það er sem að tilboðabókin er að benda til á ákveðnum tímapunkti og við setjum alla fyrirvara sem sagt sko þar við. Það er alveg rétt sem kemur fram í máli bankasýslunnar að það þarf að vera töluvert mikil umframeftirspurn og nægileg umframeftirspurn er ekki þegar að hérna er komið að þarna þessum efri mörkum. En það kann vel að vera að með betri greiningu hefði mátt hugsanlega stuðla að upplýstara samtali við fjárfesta sem hefði þá mögulega geta hérna leitt til hagfelldari niðurstöðu. Ég undirstrika að þetta eru þetta sko litað af ítarlegri greiningu sem hefur átt sér stað yfir lengri tíma heldur en var mögulega þarna kvöldið. Og hérna en það breytir ekki því bara eins og við bendum á í skýrslunni með öðruvísi utanumhaldi. Þetta sko það að reyna að halda utan svona flókna sölu í Excel töflureikni bauð alls kyns hættum heim. Af því að þið eru að tala hérna reynslu annarra þjóða að hérna það eru bara til hugbúnaðarlausnir til þess að halda utan svona ferli. Og þá ertu í rauninni að hérna eyða þeim möguleika eða minnst okkar lágmarka þann möguleika að það eigi sér þá stað jafnmiklar skekkjur og urðu í heildaryfirsýn manna þarna kvöldið sem að eins og ég segi aftur að rökstudd mat til ráðherra bara staðfestir að þessi heildaryfirsýn var ekki til staðar. Það er ekki hægt að reyna einu sinni að byrja á því að rökstyðja það að heildaryfirsýn hafi verið fullnægjandi þegar það nánast sko hérna skekkir söluandvirðið rúmlega 100 milljarðar, nei þeir voru 148,4. Bankinn var seldur á rúmlega 52 milljarðar ef ég man rétt. Við má kannski grípa þetta aðeins varðandi einmitt þessa heildaryfirsýn sem kemur inn á sérstakt kerfi. Það hefði vel verið hægt að halda betur utan af þetta í Excel. Ef menn hefðu til dæmis verið búin að undirbúa kerfið þannig að það sýndi eftirspurn per gengi leið og sleginir inn í tilboð í Excelin. Það er ekki gert. Þannig að menn eru eingöngu að horfa og lista yfir hvert tilboð fyrir sig. Þannig að ég veit ekki með hvaða hætti menn töldu sig að hafa yfirsýn yfir það hvað eftirspurnin var á 117 og hver hún var á 118 og svo framvegis. En það sýnum við það þegar búið er að leiðrétta fyrir villunum og reynda sýnum við í skýrslunni skjali 2036. En við sjáum það líka þegar við erum búin að leiðrétta þetta umrædda skjali 1937
að það er gríðarlega munur á því sem að Bankasýslan svarar í svörum sínum bæði til okkar og fjármálaeftirlitsins að hafi verið eftirspurnin á þessu gengi og síðan því sem raunverulega er þegar búið er að leiðrétta villur, skrúbba skjalið sem við vissulega höfðum tíma til að gera en þeir hefðu klárlega geta gert með því að vera búin að undirbúa þetta betur. Heyrðu, þá er það Orri Páll Jóhannsson og eftir honum Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Takk fyrir formaður og þakka ykkur fyrir greinargóð svör. Ég með 2 spurningar. Svona í ljósi þess sem hefur verið velt upp af því þið segið að það hefði þurft að standa betur að undirbúningi framkvæmd sölunar. Heilt yfir í þessu hvort að ykkur hafi þótt á einhverjum tímapunkti ástæða til þess að ræða betur við þingnefndirnar varðandi þær framlögðu upplýsingar sem að voru. Annað sem ég langar að spyrja þið segið í skýrslunni að þrátt fyrir reynslu og þekkingu starfsmanna og stjórnar Bankasýslunnar á sviði umsýslu og sölu og eignarhlutur ríkisins í fjármálafyrirtækjum bjó stofnunin ekki yfir reynslu og tilboðsfyrirkomulagi aðdraganda sölunnar. Stofnunin var í söluferlinu öllu afar háð utanaðkomandi ráðgjöf og þekkingu en í ljósi, og þetta er spurning mín, í ljósi smæðar stofnunarinnar sem að uppleggi og reynslu hefur ekki verið með stærri ríkisstofnunum og ykkar yfirsýn og þekkingu á þessu mismunandi stofnana umhverfi hins opinbera. Í ljósi smæðarstofnunarinnar er óeðlilegt að ykkar mati að leita eftir utanaðkomandi ráðgjöf og þekkingu við jafn umfangsmikið verkefni eins og þarna er. Ég spyr að þessu vegna þess að ykkar fyrsta ábending er að öfluga ríkisaðila þurfi til þess að fylgja eftir eigendastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki. Og ef þið viljið svara, ég ger mig grein fyrir því að það kannski ekki endilega ykkar verkefni, hvernig þið sagði fyrir ykkur að það væri þá í framhaldinu. Takk. Gjörðu svo vel. Ef ég kannski byrja á þessari seinni spurningu. Nei, það er fullkomlega eðlilegt að Bankasýslan skyldi hafa leitað til öflugra ráðgjafa og raunbar vitni. Eins og ég segi, á engan hátt viljum við varpa neinum skugga á þeirra störf eða ráðgjöf í þessu ferli. Það kom ekkert slíkt tilefni upp. Ég tel hins vegar að við verðum að horfa til þess aftur að það eru ákveðnir annmarkar, það eru ákveðnir ókostir. Þrátt fyrir fjölmarga kostir tilboðsfyrirkomulagsins, þá eru fjölmargir ókostir við það sem að magnast upp í jafn litlu samfélagi og Íslandi. Og að einhverju leyti tel ég að þetta ferli kannski beri þess merki að hæðið að ráðgjöf erlendra aðila hafi hugsanlega orðið til þess að menn mistu pínulítið sjónar af þessu séríslenska sem að þurfti að horfa bara miklu betur til. Enn og aftur, við búum í svo litlu samfélagi og ég meina þetta sem almennan punkt, ég hef talað um þetta áður út af öðrum skýrslum við þingið. Við þurfum bara að passa okkur, vanda okkur við laga og reglusetningu þegar kemur að hlutum eins og armslengd, eins og eldveggjum, þegar menn bara ákveða að treysta því einhvern veginn að einhverja reglur haldi. Þegar að allir vita að Ísland er eins og Ísland er, smátt samfélag, þar sem að tengsl manna eru bara alveg gríðarlega mikil og oft sterk. Þannig að þetta er hluti sem við þurfum að skoða. Viltu bæta við þetta? Bara aðeins að skjóta inn í að það sem við erum líka að tala í rauninni, það er eðlilegt að þeir leiti sér ráðgjafar, en það er líka eðlilegt að menn hafi og kynni sér grunnþætti þegar þeir eru búin að leggja það til í janúar að þetta verði leiðin, þegar þeir í ferlinu sjálfu eru að byrja síðan, hvað fela markaðsdreifingar aftur í sér? Þegar komið inn í ferli sjálft, en vera sjálfur búin að rökstyðja það sé rétt að fara þessa leið. Það er svoleiðis atriði sem við erum að tala. Ég vil bæta því kannski við að því nefndir stofnana umhverfið. Ég var sjálfur ungur sérfræðingur Íslands
tilteknu málefni þá sem sagt alþjóðleg viðskipti með landbúnaðarafurðir og alþjóðlegar skuldbindingar þar að lútandi og sem sérfræðingur Íslands í því málefni ég upplifði ekkert annað en faglegan einmanaleika. Ísland svo smátt. Við leggjum það oftast á okkar sérfræðingar að hafa gríðarlega yfirsýn yfir marga hluti. Við framleiðum í þessu landi alveg frábæra generalista. En það bara því miður allt of algengt að það sé skortur á sérfræðiþekkingu í íslensku samfélagi. Þetta bara eitthvað sem þetta langtímaverkefni sem við þurfum sem sagt að hafa augun opin gagnvart og haga okkur þá í samræmi við það, reyna að búa til þekkingu. Orðin að öflugur ríkisaðili þurfi að fylgja eftir eigandastefnunni ekki okkar tilbúningur. Þetta orð beint að ég man rétt upp úr frumvarpi bankasýsluna. Þetta ekki gagnrýni á bankasýsluna fyrir hvað hún en þetta markmið stjórnvalda. Það síðan stjórnvalda sjálfra að meta hvort að þeir hafi sett á laggirnar öflugan aðila og til þurfti í ekki sem sagt stærri stofnun. Til að svara svo fyrri partunum varðandi þingnefndirnar að ég tek það alfarið á mig að því að við áttum þetta samtal hjá Ríkisendurskoðun og það voru það skiptar skoðanir að eins og ég nefndi bara held ég alveg í upphafi að þá litaðist bara umræðan mjög fljótt eftir söluna af mjög mismunandi skoðunum og það var mitt mat hafandi vissu fyrir því út frá gögnum hvað hafði verið kynnt fyrir þingnefndunum og hvað lá fyrir sem sagt eftir fundi þeirra með ráðherra, með bankasýslu og öðrum sérfræðingum að það væri ekkert á því græðandi fyrir þessa úttekt eins og hún afmörkuð að tala við þingnefndirnar eftir á. Það hefði eingöngu sem sagt hleypt þá inn í skýrsluna þessum sömu mismunandi skoðunum og eins og ég segi það sem við erum að gera með þessari skýrslu að halda okkur við atburði, ákvarðanir, upplýsingar og gögn sem eru sannreinanleg. Já, þá það afsakið. Ásthildur Lóa, gjörðu svo. Takk fyrir. Hér hefur verið rætt hæfi sem að tengist náttúrulega ábyrgð. Hvar telur ríkisendurskoðandi að ábyrgðin á sölunni liggi samkvæmt svörum bankasýslunnar, til dæmis á opnu fundi nefndarinnar síðastliðinn föstudag, virðist enginn hafa þurft að gæta hæfis. Ráðherra bendir á bankasýsluna, bankasýslan bendir á fyrirtæki sem framkvæmdu söluna, en engar kröfur virðast hafa verið gerðar til þeirra að þau gættu hæfis, þannig að þau könnuðu hvort og létu þá vita ef að kaupendur væri þannig tengdir að þau vanhæfi þeirra sem báru ábyrgð á framkvæmdinni. Þetta virðist bara ekki alveg ganga upp. Þannig að spurningin kannski hægt að rjúfa ábyrgðarkeðjuna með því einu að hafa hana nógu langa, þar sem enginn ber eiginlega ábyrgð á neinn. Og hver innan stjórnkerfisins hefur í raun nægar heimildir til að rannsaka þessa hluti alla í samhengi út frá stjórnsýslurétti. Þetta svona kannski fyrri spurningin. Eða fyrir spurningar, ef ég, má ég vera með aðra svo eftir eða má ég koma hana núna? Já, takk. Og ég byrja þér kannski að byrja á þessari spurningu. Ég held að það hefur komið fram á fundinum á föstudaginn að auðvitað Bankasýslan undirstofnun ráðuneytisins. Bankasýslan ber í rauninni ábyrgð væntanlega á framkvæmdinni en sem slík, sem undirstofnun ráðuneytisins ber ráðherra ábyrgð, hann tekur ákvörðun loka verð og magn. Ég held í sjálfu sér að allir aðilar þurfi að gæta hæfi sínu í ferlinu. Ég held að í rauninni geti kannski enginn varpa þeirri ábyrgð af sér, en eins og Guðmundur kom inn á áðan að þá kannski kviknaði aldrei það moment ef ég má sletta að menn færa að efast hæfi sitt í ferlinu. En það kannski líka af því að eins og ég segi, það var engin krafa á seljendurna að þeir væru að láta vita af hverju væri á baku kaupin eða ef að það væri einhverju sem hugsanlega illu
vanhæfi þá ofar í keðjunni, ef svo má segja. Þannig að þú veist, það náttúrulega, þannig að ég bara velta fyrir mér, það er rauninni enginn að gæta að hæfi. Það einhvern veginn bara virðist svolítið vera þannig. Þannig að ég held að aftur þegar við komum að þessu og þessari kannski aðferð sérstaklega sem að ég held að hafi nú komið fram í umræðu við nefndina er held ég afar ólíkleg til þess að vera beitt aftur að minnsta kosti svona fyrirsjáanlega að þá held ég að kannski að hluta til sem sagt sko verða menn átta sig á því hvers eðlis þetta tilboðsfyrirkomulag er og að hvaða leyti það er eðlimáls samkvæmt svona fyrirbæri fjármálamarkaðar versus síðan sko opinberri stjórnsýslu. Ég held, bara eins og ég var að segja hérna áðan, til þess að ef að menn hefðu ætlað að setja sko þennan standard sem að er bara alls ekki sá sem að tíðkast erlendis þegar að það var nú nefnt hérna dæmu áður þar sem að ríki hafa framkvæmt sölu á sínum eignarhlutum eftir sömu aðferð. Að þetta er alveg sambærilegt að því leytinu til ef að við ætluðum sem sagt að setja þessu sko þannig skorður að þá erum við kannski að tala sem sagt annað ferli eða minnst og kannski annan undirbúning og öðruvísi framkvæmt. En ég held að vangaveltur eins og þessar séu kannski bara eðlilegar í ljósi þess að þarna eru við Íslendingar í fyrsta sinn að selja sagt, ríkiseign á fjármálamarkaði eftir þessu og í framhaldinu erum við að spyrja okkur að því í rauninni hvernig samræmist þessi sko aðferð fjármálamarkaðarins opinberri stjórnsýslu. Jú, það var já, telst svo ákvörðun fjármála- og efnahagsráðherra að samþykkja tillögu Bankasýslunnar sölu og eignarhlutum Íslandsbanka vera stjórnvaldsákvörðun og falla sem slík undir gildissvið stjórnsýslulaga. Það er mikið talað armslengd, en Bankasýslan er ekki sjálfstæð stofnun eins og til dæmis Seðlabankinn og á þessi svokallaða armslengd þá við hana. Það virðast vera misjöfn sjónarmið það hjá aðilum sem málinu tengjast og þá kannski ætla ég að koma aftur að því að það kom eiginlega ekki með seinni partinn sem ég var með áðan, bara hver er einhver innan stjórnkerfisins sem hefur nægar heimildir til þess að bara rannsaka alla þessa hluti í samhengi út frá stjórnsýslurétti. Ég vil kannski að þessum seinni punkt, sko, þegar horft til þessara sölu svona heilstætt, þá tel ég nú almennt að Ríkisendurskoðun og fjármálaeftirlitið hafi alla burði til þess að varpa fullnægjandi ljósi á atburðarás sem þessa. Við erum þess ekki áskynja í okkar úttekt að okkur skorti heimildir til þess að afla sko gagna eða upplýsinga. Varðandi ákvörðun ráðherra, Jarþrúður? Armslengdina á. Já, minna, sko, það er að sjálfstæð ákvörðun sko, ráðherra að hefja þessa sölu. Það er líka sjálfstæð ákvörðun ráðherra að ljúka þessari sölu með þessum hætti. Hann ber í rauninni á endanum einn ábyrgð á þeirri ábyrgð. Hann ber ábyrgð á þeirri ákvarðanatöku. Ég held að það hafi nú komið fram sko að Bankasýslan er auðvitað svolítið sérstök stofnun og ég held að það sé bara tilefni og vísa aftur til minna inngangsorða aðeins að íhuga sko það hvort að það sé til framtíðar litið æskilegt að halda úti opinberri stofnun sem
virðist upplifa sig svolítið af öðrum heimi en heimi ríkisstofnana, virðist svona menningarlega, samkvæmt orðum fjármálaráðuneytisins sjálfs, líta á sig sem hérna svona fyrirbæri í fjármálamarkaðar frekar en hins opinbera. En Bankasýslan er auðvitað sko sjálfstæð ríkisstofnun að því marki sem að lög kveða á slíkt. Henn markað ákveðið sjálfstætt hlutverk í lögum. En það breytir því ekki hins vegar að þetta er mjög kyrfilega undirstofnun ráðherra. Þannig að hún er þarna svona kannski á ákveðnum landamærum, hefur sjálfstæðu hlutverki að gegna við ákveðnar aðstæður, en að öllu jöfnu er þetta undirstofnun fjármálaráðherra. Takk fyrir. Takk. Enn eru 3 þingmenn á mælendaskrá og mér sýnist okkur takist alveg að komast yfir það léttilega. Þá er það Þórhildur Sunna. Takk. Kannski bara til að hafa þetta alveg skýrt vegna þess að mér finnst ég hafa heyrt tvennar skýringar af þessu. Er það ráðherra sem tekur ákvörðun loka verð og magn eða ekki? Það er ráðherra sem tekur ákvörðun loka verð og magn, en það er stjórn Bankasýslunnar sem tekur ákvörðun leiðbeinandi verð og magn. Okay. Hvað varðar rannsóknarregluna? Þurfti Bankasýslan ekki að vera upplýst raunverulega eigendur tilboðsgjafa til þess að geta lagt mat á hvort þau uppfylltu markmiðin með sölunni og hvernig þá þau uppfylltu þessi markmið? Ef við segjum bara, gefum okkur að helmingurinn af þessum tilboðsgjöfum sé bara sami aðilinn á bak við margar hlutafélaga kennitölur. Ef við fylgjum röksemdafærslu ríkisendurskoðanda þá er það bara skiljalegt að vegna tímapressu að það þurfi ekkert að kanna þetta og þetta gæti allt eins verið sami aðilinn á bak við mörg hlutafélag. Sko það er náttúrulega, ég veit ekki alveg hvernig er best að svara þessu, en hérna vissulega ættu þeir að vita eða ættu þeir að gera sér grein fyrir til þess að geta lagt einmitt mat á þetta með fjölbreytileika eignarhalds og þess háttar, hvaða aðilar þetta eru. Það sem þeir gera raunverulega er að þeir flokka þess aðila eftir því hvernig aðilar þetta eru, hvort þetta eru langtíma eða skammtíma, innlendir eða erlendir, enga fjárfestar eða félög. Það er ekki farið í rannsókn niður á eigendur, og ég held að það sé eitthvað sem að tíðkist ekki í rauninni. Tíðkast ekki í þessu fyrirkomulagi og enn og aftur það er kannski hlutur sem að menn ættu að hafa í huga þegar þessu sölu fyrirkomulagi er beitt. Að eins og ég held að hafi komið fram á fundunum á föstudaginn að það viðskiptasambandið er á milli söluaðilana og fjárfestana. Söluaðilarnir vita hverjir þetta eru. Tilboðsfyrirkomulagið í eðli sínu felur í rauninni sko í sér að söluaðilunum er sýnt verulegt traust. Og ekki í raun gefnar neinar leiðbeiningar. Ekkert umfram það sem framkemur í lögunum. Og við teljum og kemur fram í okkar skýrslu að það hefði mátt koma til álita að setja söluaðilum skýrari forsendur, skýrari reglur. Á blaðsíðu 70 í skýrslunni stendur að þegar að fjármálaráðuneytið birti yfirlit kaupendur eignarhlutarins mátti sjá að samþykkt voru tilboð frá eignastýringadeildum fjármálafyrirtækja án þess að nöfn þeirra aðila sem raunverulega voru að baki kaupunum hafi verið gefin upp til sölu aðila Bankasýslunnar svo hún geti metið áhrif á sölunum með tilliti til annarra ofangreinda markmiða en forgangsmeginreglu söluferlisins hagkvæmni eða hæsta verð. Ómögulegt var fyrir stofnunina að meta sölu til umræddra aðila með tilliti til fyrirnefnda 6 viðmiða við úthlutun. Þannig að í raun þangað sem ég er að fara með þetta er ef það er ekki upplýst hver á bak við öll þessi hlutafélög og alla þessa bjóðendur, var í raun eitthvað hægt að taka tillit til annars en hæsta verðs með þessu tilboðsfyrirkomulagi? Þetta er góður punktur og ég held að þetta sé kannski nákvæmlega það sem við erum að reyna að adressa þarna með þessu, afsakið slettuna, koma á framfæri með þessari athugasemd þarna að það er ljóst að það voru þarna aðilar inni sem var ekki hægt að afla upplýsingum hverjir voru á bakvið. Það kannski sama má segja að hluta til með erlendu aðilana, en ekki nema sölu aðilarnir vissu hverjir voru á bakvið, kannski ætti að vita hverjir á bakvið aðilana.
Já, en getur til dæmis Ríkisendurskoðun staðfest að enginn þeirra erlendu aðila sem að keyptu hafi í raun verið innlendir aðilar, að nota erlendu aðila til að kaupa? Nei, við getum það ekki. Þið hafa ekki heimildi til þess að kanna það? Það raunar komið bara ekki upp hjá okkur. Ég held að álitamál eins og þessi kunni að koma til skoðunar hjá fjármálaeftirlitinu, annars að ég geti nokkuð það fullir. Almennt þegar kemur að stjórnvaldsákvörðunum, ef að starfsmaður tekur ákvörðun án þess að vita vanhæfi sínu, að þá almennt svo ákvörðun ógildanleg, ekki satt. Þegar vanhæfi starfsmaður tekur ákvörðun í máli eitthvað sem að honum nátengdur, að þá almenna regla svo að svo ákvörðun verður ógild eftir á. Já, það enda ógildina ef að uppkemst, já. Já, þannig það ekki nóg að viðkomandi segja bara, já, ég vissi það ekki og þar af leiðandi þurfum við ekki að ógilda ákvörðunina mína. Nú vil ég ekki kannski úttala mig þetta. Ok, ég bara með eina loka spurningu og það snýr líka að hæfisreglunum og það bara mjög skýrt að markmiðin með hæfisreglum stjórnsýsluréttar, vanhæfisreglum stjórnsýsluréttar, ekki bara að koma í veg fyrir hagsmunaárekstur þegar ákvörðun tekin, heldur líka mjög skýrt að markmið þeirra að koma í veg fyrir ásýnd hagsmunaárekstra. Hefur Ríkisendurskoðun enga skoðun á þeirra ásýnd hagsmunaárekstra sem að fylgir í augljóslega að faðir fjármálaráðherra hafi verið þarna meðal kaupenda sem að ráðherra samkvæmt lögum falið að undirrita sölu samning við? Já, það má alveg hafa þá skoðun að sannanlega þetta óheppilegt eins og þau orð hafa fallið áður. En þetta nú kannski bara það sem að einmitt getur gerst í litlu samfélagi sem okkar og þeim mun meiri ástæða að horfa til þess fyrirfram þegar að sölur eru undirbúnar að gera ráð fyrir því að aðstæður sem þessar geta svo auðveldlega komið upp. Og kannski gera eitthvað til að koma í veg fyrir það? Já. Takk. Ok, þá það Hildur Sverrisdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Kannski byrja á að nefna með bara þessar síðustu umræði hér um hvort að aðilar voru í raun og veru þeir sem sögðust vera, þá held ég að það sé kannski mikilvægt að hafa í huga að ef einhver voru að brjóta lög með því að vera villausir heimildir þá það auðvitað eitthvað sem bara gegn lögum í landinu og þarf þá bara að taka á og auðvitað þá væntanlega það sem þá, ef það einhvers staðar til skoðunar þá hjá fjármála eftirliti Seðlabankans og ég held að það sé líka mikilvægt þessar umræðu allri að reyna kannski að blanda sig minnst saman það sem að þið voruð með hér til skoðunar sem var þessi ákvörðun og framkvæmdina hálfu ráðherra ráðuneytis og þá þessarar stofnunar og hins vegar þá bara hvernig þeir einkaaðilar sem voru fengnir til verksins hvort að þeir hafa örugglega fylgt öllum reglum. Langaði nú bara að nefna þetta. Talandi ég ætla kannski aðeins að halda mig við svona þetta svona nauðsyn þess að vera svolítið svona skýr í hvað hér undir og bara svo það sé alveg sagt að þá skýrsla ykkar bara bæði ítarleg og metnaðarfull augljóslega og ekkert upp á það að klaga en ég ætla að vera heiðarleg með það að mér finnst hún á köflum fulli villandi í kannski framsetningu. Að það sem það svona svolítið erfitt að lesa sig í gegnum hvað eru aðalatriði og hvað eru kannski aukaatriði og hvað í rauninni kannski svona endursögn af einhverju ferli sem að þó hefur í rauninni kannski ekki gildi þegar upp í staðið ef að ég má hafa skoðun á því. Mér finnst angi af því eins og ég kom inn á áðan ætla kannski ekki alltaf óla við að kannski að þessi svona full mikið vera að horfa á eins og þú veist þessi skjöl frá bankasýslunni sem augljóslega mistök frá því í maí og svo líða 5 mánuðir af eitthvað vinnu og það ekki fyrir í loku október í umsagnaferlinu þar sem það einhvern veginn hægt að leiðrétta það með Íslandsbanka og þá kemur í ljós að þetta voru ekki gögnin sem voru til grundvallar og svo framvegis. Og það kemur alveg fram en það svona kannski það fara mjög margar setningar í að kannski búa til svona kannski óþarfa rygg sem hefur til dæmis valdið umræðin, hefur valdið því umræðin hér hefur kannski verið flóknari en ella og mér langar að nefna annað dæmi varðandi það verðið og eins og náttúrulega frægt orðið að það endar þarna í 117 krónum og til að mynda það sem hann er búin að nefna SDJ sem nú held ég bara óumdeilanlega eins og mestu aðilar í svona sölu í heiminum og sögðu að það verð hafi verið optimal varandi þau markmið sem að voru þarna undir.
og þeir gáfu nefndinni leyfi til þess að hafa eftir sér það sem þau sögðu hérna fyrir fundi nefndarinnar og þetta var eitt af því. Mér langar aðeins að velja við að í svona ferli, veit maður núna er meiri sérfræðingur í svona sölu heldur maður var kannski fyrir einhverjum vikum, að þá það eðlilegt í þessum bransa víst að það oft boðið meira en kannski þú ætlaðir að jafnvel hefur tök á. Þannig að það að ná upp í eitthvað verð segir alls ekki alla söguna, bara út frá verðinu sjálfu per se og ég tala nú ekki þegar önnur markmið eru undir. Samt ætla ég eins að fá að segja, hérna á blaðsíðu 62 segir í skýrslu ykkar tilboð bárust í allan eignarhlutinn á dagsloka gengi bankans á söludegi, það 122 krónur á hlut, alls bárust 140 slík tilboð í samtals 540 milljónir hluta sem jafngildir 120% framboði. Hefði eignarhluturinn verið seldur á því verði, hefði söluandvirðið 22,5% hlutar Íslenska ríkisins í Íslandsbanka verið 2,25 milljarða króna hærra en raunin varð. Svo segir vissulega, Ríkisendurskoðun bendir á að þá hefði einungis verið horft til markmiðsins hagkvæmni en ekki annarra markmiða söluferlisins. Ég bara nota þetta sem dæmi út af því að bara það að tiltaka að það hefði fengist 2,25 milljarðar ef þetta hefði farið á 122 krónur, þrátt fyrir ég held að allir séu sammála að það hefði verið mjög óábyrgt að selja þetta á 122 krónur, að þá auðvitað veldur að því, þessari umræðutímis innan þessara veggja, veldur því að það búið að reikna út hvað hefur hægt að eyða þessum 2,25 milljarðum í og svo framvegis. Þannig að sko, það eins og ég segi, það einhvern veginn alveg vitað að þú myndir aldrei, það væri óábyrgt að fara með verð fram sem var ekki tvöfalt og helst þrefalt framboð á viðkomandi verði til þess að bara vera ábyrgur í þessu markmiði og ég tala nú ekki þegar það eru önnur markmið sem líka eins og með eftirmarkaðin þegar ríkið ennþá reisar hlut í bankanum og svo framvegis. Þannig ég ætlaði bara svona fyrir framtíðina og ég bara svona þess að fá að spurja hver tilgangurinn með að vera svona í rauninni að upplýsa alls konar hluti þegar það kannski í rauninni hefur ekki að segja með svona loka niðurstöðu og hvað gerist nákvæmlega. Takk. Ef ég má byrja en svo ætla ég að byrja Jarþrúðum að skýra þetta nánar. Ég ætla að gera ágreining við það sem að þú kallar óþarfa ryk. Ég held einmitt að það sé bara mjög brýnt að framkomi upplýsingar hvað greining tilboðabókarinnar sýnir fram á. Svona tilboðsferðlir, þetta accelerated book build sem að menn hafa nú verið eitthvað að reyna að þýða, sala með tilboðsfyrirkomulagi, en sennilega best að kalla bara á hröðuð uppbygging tilboðabókar. Að þetta það sem að heitir á ensku price discovery mechanism. Eða þetta sem sagt ferli sem á að sýna fram á verðmyndun, finna verðmyndun. Þannig að það þetta sem að við erum að reyna að varpa ljósi á. Talan 122 og 2,25 milljarðar voru tölur sem að voru í almenna umræðu strax bara eftir söluna. En við setjum þennan fyrirvara og erum ekkert að segja að það hefði verið eðlilegt söluverð. Það hefði bara verið 120% umfram eftirspurn og ég tek undir orð þín það að það algjörlega óraunhæft. Við erum bara að sýna fram á og við teljum eðlilegt að það sé sýnt fram á hvað tilboðabókin að sýna svona per gengi. Og það sama á við þegar við nefnum 120,5 sem það verð þar sem að hægt hefur verið að selja bankan á án þess að skerða hlut langtíma fjárfesta. En það alveg samskonar fyrirvari gerður við það. Við erum bara í rauninni að greina tilboðabókina og lítum á það sem okkar skildu. Við erum ekki að reyna að villa fyrir umræðinu með þessu. Við erum einfaldlega bara að reyna að upplýsa hvaða var sem að tilboðabókin sýnir fram á. Af því að gögn málsins bara bera með sér eins og við farið mjög kyrfilega yfir. Að þeir sem önnuðust framkvæmd sölunnar voru ekki að horfa á þessar upplýsingar með sama hætti og við höfum greint. Og rökstutt mat til ráðherra bara staðfestir það. Jarþrúður. Já, ég vil kannski aðeins grípa þennan bolta varðandi þetta blessa Excel-skjal sem hefur nú verið ansi tíðrætt
Ég get ekki fallist á það að við séum sko villandi framsetningu með því að setja þetta fram. Við erum, eins og Guðmundur hefur komið inn á, að lýsa ferlinu eins og það gekk fyrir sig, lýsa ferlinu sko bæði þarna 22. mars en líka ferlinu við vinnslu skýrslunar. Við fáum vissulega þetta skjal og Guðmundur er búin að lýsa því hvernig það gerist, með hverju það gerist, við óskum eftir stöðu tilboðabókarinnar þegar ákvörðun er tekin. Við fáum þessar upplýsingar, í þessu skjali er búið að greina tilboð eftir hverju gengi fyrir sig, það er að segja frá 110 upp í 124, sem að gefur það í skyn að slíkt hafi verið gert. Það kemur ekki í ljós fyrr en í ágúst að það var ekki gert þetta umrædda kvöld. Og við förum bara aðeins lauslega yfir tímalínuna. Þetta skjali er vistað 1937, fundurinn byrjar 1940. Við vissulega fengum upplýsingar það að þetta hefði uppfærst á meðan á fundinum stóð. Samkvæmt upphaflegum upplýsingum frá Bankasýslunni sjálfri lauk þessum fundi 2030. Þegar við síðan fáum upplýsingar það að það liggi fyrir að það hafi legið fyrir fundinu skjal sem var vistað 2036, þá rímaði það illa við fyrri upplýsingar Bankasýslunnar sem við óskuðum eftir upplýsingum Þá benda þeir á það að samkvæmt myndum úr öryggismyndavél þá gangi menn út af fundi 2038 og ég vek athygli á því að það er 2 mínútum eftir að skjalið er vistað og það er ekki þetta live skjal sem er varpað upp á skjáin, heldur eru upplýsingar teknar úr því skjali yfir í annað skjal til að varpa upp fyrir fundamenn. Þannig að þeir höfðu ekki íkja langan tíma til að átta sig á 2036 skjalinu og þeirra eftirspurn sem þar var, að því líka aftur, hún er ekki dregin saman per gengi, heldur þetta listi af línum yfir tilboð einstakra aðila. Fundunum lauk þá, eða menn löpuð út 2038, 2041, 3 mínútum síðar, hringja stjórnarformaður Bankasýslunnar og forstjóri Bankasýslunnar í ráðherra til að tilkynna honum það að þeir hyggist veita upplýsingar leiðbeinandi lokaverð og magn og það sé lagt til að þetta verði 117 og 22,5%. Því símtali lauk 2053, stjórnarfundur hófst 7 mínútum síðar og 21:10 er þetta komið í loftið. Þannig að það sem við erum að draga fram með því að sýna þetta allt saman er á hversu skömmum tíma menn töldu sig hafa yfirsýn yfir heildar eftirspurn í flóknu ferli eins og forstjóri Bankasýslunnar kom hérna inn á föstudaginn þrátt fyrir það að hafa áður vænt okkur það að við séum að gera of mikið úr þessu ferli, þetta sé ekki eins flókið eins og frumútboðið. Í eins flóknu ferli að menn telji sig á þessum skamma tíma hafa átt að segja á hver heildar eftirspurn væri. Með því að lýsa þessu ferli eru við að leggja drög að því sem við segjum að Bankasýslan hafði ekki fullnægjandi upplýsingar heildar eftirspurn í ferlinu þegar ákvörðun leiðbeinandi lokaverð var tekin. Og það sýnir sig líka þegar að skoðað eru upplýsingar á skjalinu að eftirspurn við 118 er örlítið minni heldur við 117. Þannig að hefðu menn vita það þegar þeir fóru í viðræður við erlenda aðila það hvort að erlendu söluaðilana, hvort að væri hægt að ná erlendu aðilunum ofar, þá hefði staðan verið önnur á okkar mati. Þeir hefðu verið í annarri samningsstöðu. Af því fyrir ekki ef ég skýti einu aðviðbót, af því að það hefur komið fram af hálfu bæði Bankasýslunnar og STT Advisors að erlendu aðilarnir töluðu sjálfur það að það skipti máli að innlenda eftirspurnir væri nægjanleg. Og það er ekki rétt sem að Bankasýslan hefur haldið fram að lífeyrissjóðirnir hefði allir dottið út við hærra verð, það hefði einn lífeyrissjóður dottið út hefði þeir farið upp í 118. Takk fyrir þetta, bara östuð. Ég bara eins og segi, minn punktur var kannski meira að ég eins og segi, Bankasýslan hefur fullyrt að það sé bara ekki rétt, að þau hefur ekki haft yfirsýn yfir þetta framboð í rauninni og þetta skjal sé eitt eins og bara hvernig þetta var inn í live streymi inn á fundin sé bara annað og ég eins og segi, ég hef ekki forsend til þess að vera einhvern veginn að rökræða það en ég er kannski meira svona bara að benda á að þó að það sé auðvitað gagnlegt að hafa þessa svona kannski innsýn yfir þetta ferli að þá kannski svona bara þetta bottom line er þetta fullir að þau höfðu ekki yfirsýnina myndi ég halda kannski að væri aðalatrið en það leiti bara takk fyrir. Ok, þá á ég síðustu spurningun á þessum fundi. Nú hefur komið fram hér í máli ríkisendurskoðanda að Ríkisendurskoðun hafi ekki farið djúpt ofan í hæfi ráðherra og ekki kveiknað á því álitamáli í skoðuninni sem framfór fyrir ritun þessara skýrslu.
og ef ráðherra hafi ekki fengið upplýsingar inn á sitt borð sem gáði honum tilefni til að meta hæfi sitt. Ég verð að viðurkenna það að ég aðeins, ég skil ekki alveg hvar við erum stödd með þetta verkefni ef að það þannig að hæfi ráðherra var rannsakað í úttekt ykkar. Ég las skýrsluna þannig og tel hana kynnta þannig að Ríkisendurskoðun hafi ekki talið það sitt hlutverk að rannsaka hæfi fjármála- og efnahagsráðherra. Og mig langar af því tilefni að vitna í minnisblað frá Ríkisendurskoðanda, reyndar frá árinu 2005, en það heldur nú samt gildi sínu, og þar segir: rétt þykir áður en lengra haldið að taka fram að svar við spurningum hæfi eða vanhæfi stjórnvaldshafa eða lögfræðileg álitaefni sem löggjafinn hefur ekki ætlað Ríkisendurskoðun að leysa úr. Þannig að mér finnst ekki hægt að tala hér bæði til hægri og vinstri í þessu máli eða norður og suður ef maður vill orða það þannig. Annað hvort fjallaði Ríkisendurskoðun í þessari skýrslu hæfi ráðherra og hvaða hæfis skyldi gæta við þessa stjórnvaldsákvörðun eða ekki. Og það væri mjög gott að fá það á hreint hér á þessum svona loka opna fundi þessara nefndar. Takk. Takk fyrir þetta. Það ekki að finna umfjöllun í skýrslunni eins og sem að þið hafið öll lesið. Það ekki að finna umfjöllun hæfi ráðherra. Hefðu við hins vegar orðið þess áskynja í þessu ferli þar sem að við erum að einblína á framkvæmdina. Þráttur að þetta rétt sem að þú segir, formaður, við reynum að gæta okkur á lagaskilum, ábyrgðaskilum. Hefðu við orðið þess áskynja að það hefði komið upp sú staða að það bæri að draga hæfi ráðherra í efa, við hefðum ekki athygli á því. Við hefðum ekki athygli á því þó við hefðum ekki leitt það til lykta. Svo ég segi, við sjáum ekki út frá framkvæmdinni og miðað við þær upplýsingar sem að ráðherra fær úr framkvæmdinni frá Bankasýslu, að hann hafi á nokkrum tímapunkti haft ástæðu til þess að velta hæfi sínu fyrir sér. Að öðru leyti var þetta ekki skoðað af okkar hálfu. Ok, þá búið að tæma mælendaskránna og ég þakka gestum fyrir komuna. Takk fyrir fundin. Takk hérlega. Fundir slitið. Og gangi ykkur vel.